Velkomin í innri hug íþróttarinnar með Emil Steinar. Markmiðið með þessa þáttum er að ég get hjálpað þér í gegnum daginn hvort þú sért í íþróttum, líkamsrækt eða út í hreyfingu. Til dæmis úti að labba, úti að hlaupa eða úti að hjóla. En aðalmarkmiðið er að þér líður vel og þú sért ánægður þar sem þú ert núna. Að þér líður ekki illa og að þér finnst þú vera einskis virði. Það er ekki satt. Allir eru mismunandi. Mitt markmið með þessum þáttum er að hjálpa þér, eins og ég sagði, í gegnum daginn. Líka að þú getur náð í mig hvenær sem þú vilt og tala við mig hvað er ángraði og að ég ná til þín á meðan þú ert að hlusta á þættina mína. Þá líður mér vel þegar þér líður vel. En við skulum ekki tafa þetta lengra og við skulum skella okkur í þátt dagsins. Komið sæl. Í þessum þætti ætlum við að tala heilsúr og snjallúr. Hvað er munurinn á heilsúri og snjallúri? Nú, ég skal segja ykkur það. Heilsúr er það sem notur æfingum, hvort þú sért í íþróttum, líkamsrækt eða ert bara að spá að hvernig heilsan er og vilt halda í góðu formi. Heilsúr er það sem fylgist með púlsiðinum eða hjartslættiðinum, súrefnismettuninni, skrefum, kaloríum og hvernig þú svafst. Auk þess er heilsúr líka snjallúr. Þú getur séð skilaboðin í heilsúri, til dæmis í Fitbit, Garmin, Apple Watch sem þarna sé er líka snjallúr en þú getur líka nota hana sem heilsúr. Og mér finnst heilsúr skipta miklu máli í líf íþróttamanns og almenning. Sjálfur er ég með heilsúr, ég er með Garmin og nýlega fékk ég Whoop. Ég var áður, ég held að fyrsta heilsúrum úrið mitt var árið 2013, 2013 það var Jawbone, það mældi svefn og skref og kaloríur held ég. Svo kom það fyrir að það brotnaði stykki í honum og ég ætlaði að fara með hann í vikjar en þá var mér sagt að þeir taka ekki við honum og gera ekki við hann af því að þetta er ekki til lengur. Þannig að þetta var frekar svekkjandi en ok. Svo 2014 fór ég á Polar Loop. Það taldi skrefin, hjartslátt, kaloríur, örugglega svefn, ég bara veit ekki alveg. Já, ég bara líkaði vel við það. Svo 2018 held ég, þá fór ég á Polar M430, það fylgdi púlsmælir með honum. Ég held ég verið með það í 2 ár og kom þá í ljós að ég fekk útbrot af ólinni á ólunum sem gerði það verkum að ég fekk útbrot af ólinn og er með ofnæmi fyrir sílikon. Þannig að held ég var út á tenni þá þegar ég fekk stærsta útbrotið á hendinni og gat ekki verið með á hendinu úrið. En ég var, og svo þegar ég kom heim þá benti faðir minn á Garmin, það var eitthvað tilbúið hjá þeim og við skelltum bara á okkur í febrúar á Garmin Viva Active 3 held ég að var og það var árið 2019 sem ég fór á það. Og ég bara fílaði alveg í gegn sko. Ég var með það í 2 ár
þá fór ég í Garmin Viva Active 4, svo ákveði uppfæra mig á síðast ári 2022 og fékk mér Garmin Fenix 6X Pro Safari og er ennþá með það og ég bara fíla það alveg í gegn og þetta allt sem ég þarf að vita er eins og hann mælir hjartsláttinn, svefn, líkamsorku, skref, kaloríur, hvað ég svaf mikið, súrefnismettun, súrefnismettun, súrefnispúls meira að segja, ekki VUP eins og ég hef örugglega sagt áðan, en ég ætla bara að segja aftur, ég fékk mér nýlega VUP og VUP er það sem er voða frægt í dag að fá sér. VUP sér svefn, kaloríur, skref, kannski ekki beinlínis skref, en hann telur hreyfinguna allt. VUP er skjálaus og er það hentugt fyrir þannig fólk sem kannski vilja ekki sé alltaf á stressu við að kíkja á skjáin úrinu sínu. Ég er búinn að vera að nota VUP í nokkra daga og satt best að segja það líst mér bara vel á það. Það segir mér allt sem ég þarf að segja og svo bónus við það að ég get tengt það við Garmin-úrið mitt. Og þetta er bara eitthvað sem allir ætti að vita sko. Þetta er að sé að náttúrulega veit ég ekkert mikið þetta, en ég er sjálfur íþróttamaður, ég er kúluvarpari, stundum frjálsar íþróttir, var í sundi í mörg ár og er ennþá að synda eitthvað í dag. Ég er að læra íþróttafræði í FB og ég er rosa mikið áhuga á íþróttum. Núna er ég staddur á Tenerife í æfingabúðum hjá Ármanni, verið hérna alveg í 2 vikur og er bara fílað alveg í gegn sko. Þetta er náttúrulega draumur allra íþróttamanns að geta farið svona í æfingabúðum með liðsfélögum og vera svona bara hátt settur, bara á góðum stað. Og satt betur að segja, en náttúrulega við erum að tala náttúrulega heilsuúr og snjallúr. Þetta var náttúrulega heilsuúr og núna ætlum ég að fara að tala snjallúr. En eins og ég sagði þá ætlum við núna að fara að tala snjallúr. Hvað er snjallúr? Ég mun segja eitthvað það bara núna rétt á eftir. Snjallúr. Hvað er snjallúr? Snjallúr er það sem þú getur séð skilaboð og á klukkunni þinni, svar tilbaka og náttúrulega besta leiðin sem ég veit snjallúr er að Garmin, það er bæði snjallúr og heilsuúr. Þannig að þetta er satt bara að segja eins og slá 2 flugur í einu höggi. Þú ert bæði með heilsuúr og snjallúr á hendina þér. Ég veit ekkert mikið snjallúr, en ég veit að þú getur svara skilaboðum, svara símanum, sé skilaboð, getur séð á samfélagsmiðlunum, ef þú ert að fá eitthvað á Instagram, Twitter, Snapchat, fleirum samfélagsmiðlum og líka hvort eitthvað sem hringi eða senda skilaboðum sem ég sagði áðan. Tæknan sé veit ég ekkert mikið snjallúr, en náttúrulega snjallúr er bæði heilsuúr, þannig er það. Ég náttúrulega gleymdi að segja að bæði Apple og Samsung og Garmin er búin að gefa út úr núna, þar sem þú getur bara svara símanuðinum með úrinu og tala í úri
án þess að þurfa að taka upp síman og tala í síman sjálfan, og þannig þú tala bara í Apple úrið eða Samsung úrið eða Garmin úrið. Þetta er öll og þærlegt fyrir þá sem eru í íþróttum eða vilja skilja síma sinni eftir heima, og þannig að þú getur þá bara tala þá í gegnum úrið. En það sem ég held, það sem meina með að skilja síman eftir heima er að þú þurfir þá ekki að taka upp síman úr jakkavasanum eða buxnavasanum til þess að svara símanum, þannig að þú tala bara í gegnum úrið. Þetta er öll að voða hentugt fyrir þá, eins og ég sagði, sem er í íþróttum, en sjálf finnst mér alltaf það að bara taka upp síman og svara hann þannig, að því að vanlega veist á Garmin-úrunum þú getur séð símanúmeri en ekki nafni á viðkomandi sem er að hringja í þig. Ég held að það sé öðruvísi í Apple-úrunum og Samsung-úrunum, þar sem þú getur séð hver að hringja í þig, og já, það er bara það sem ég vildi segja, sko. Núna er ég búin að vera með Whoop í mánuð og mér líst bara vel á Whoop. Ég mæli með Whoop fyrir fólk sem vilja kannski heilsugur án skjás, og það sem ég er búin að sjá í Whoop appinu er það að hann mælir náttúrulega svefnin hjá þér, og hann með þess að segja hvernig þú átt að fara að sofa. Þú getur stilt því hvernig svefn þú vilt hafa. Þú getur valið, ef þú vilt hafa 100% svefn, þá ætti að velja það, 80% svefn, eða velja minnsta svefnin. Og hann mælir mér sem hversu oft þú vatnar, hversu oft þú varst andvakandi, hvernig þú varst svafst létt eða lauslega, betra að segja lauslega, og hvort þú var djúpur svefn eða eitthvað, og hann mælir púlsinn í svefninum og allt. Síðan mælir hann hitaðan á húðinni eða skin temper. Hann mælir þá bara hversu mikið úr það taka á. Hann mælir púlsinn hjá þér og súrefnispúlsinn og innöndun. Hann mælir þetta allt. Þetta er náttúrulega bara Whoop er notað allstaðar. Í frjálsum íþróttum er Whoop notað. Ég tók eftir ég var æfingabúðum á Tenerife og ég tók eftir einhverju Danir voru með Whoop og Bretar voru með Whoop. Þetta er tilvalið úr fitness tracker eða heilsúr, heilsúr. Vá, ég ruglast rosa mikið. Heilsúr meinti ég. Þetta mælir allt, og svo skráir hvað hreyfingu þú gerir, hvað þú varst að hlaupa, þjálfa, bara margt sem var, þú bara stillir hvað hreyfingu klukkan hvaða var með þessa, og hvort þú varst með á hendinni eða á bicepsinu eða upphandlegg, og núna getur þú sett þetta kaupa fatna hjá Whoop á netinu, þar sem þú getur sett Whoopið inn í stuðbuxurnar, íþróttabrjóstaldra fyrir kvenfólk, sundskýlum þessa. Týr er í samstarfi við Whoop. Týr er sundfatna fyrirtæki og er líka með íþróttafatna og allt, babok og eitthvað. Já, og þetta hann mælir púlsinn hjá okkur, og svo bara skráir æfingunum sem ég sagði áðan, og hann mælir hversu mikið hreyfing það var, og svo gefur hann stig eins og ég held að hægsta sé 20, og meira frá Whoop er það að nýlega var að koma út strength training forrit, þar sem þú fræðust íþróttafólk eru búin að búa til æfingaprógram þar inni, finnur það inn í Whoop appinu.
Já, svo núna nýlega eins og ég sagði að strength training kom bara núna síðustu viku. Þar all fræðasta íþróttafólk búin að búa til prógram þar inni og svo getur þú líka búið til sjálfur æfingaprógram fyrir sjálfa þú getur valið framstig með stöng, getur valið hvað marg endurtekningar og hvað mörg sett það eru og þú getur bara skýrt það hvað sem er og bara búið til eitt eigi æfingaprógram. Svo er það community eða samfélag eða samskipti við annað fólk og þar getur séð til dæmis Ísland, hvað margir á Íslandi sem eru með VUP og þú fær verðlaun náttúrulega fyrir hversu mikið hreyfir og svefn og allt og þar inni þú getur valið mismunandi lönd, til dæmis ég með Spán, ég með Bandaríkjana, Los Angeles, Noreg, Danmörk, Þýskaland, Flóviki, bara til bara að vera með í samfélaginu, ég er náttúrulega ekki Flóvikur en ég á systur sem er Flóvik og var nýlega að fá VUP líka, hún nú bara eftir að setja hann upp og ég ætla bara að bæta henni við inn þar setna. Hvað meira, já, svo fyrir þá sem er með svefntæki, eru aflimaðir, bara margt að finna, sundfólk, kraftlyftingar, þjálfarar, margt þar inni sem þú getur bara fundið þar inni í forritinu og fundið líka á netinu, bara mörg, lögreglufólk, slökkviliðsfólk, bara margt, hermenn, herinn, bara margt, en eitt finnst mér galli við þetta að það er engin frjáls íþróttahópur, þannig að ég gerði nýlega frjálsíþróttahóp, þannig að já, svona er þetta bara, ég er náttúrulega að reyna að ná til VUP, en við bara sjáum hvað fólk gerir. Ég náttúrulega mun setja linkin inn á þar VUP-ið, track and field og já, bara þetta er VUP og ég mæli með því, ef þið vilja heyra meira það eða hafi áhuga á að fá VUP þá getur þið sendt bara á mig. Þið getur fundið sendt á Instagram eða á Twitter eða bara á netfang. Ég getur fundið mig innri hug íþróttarinnar á Instagram. Ég er örugglega ekki með Twitter. Netfangið mitt er innri hug íþróttarinnar @gmail.com. Ég mun setja allt niður mun setja link á allt bara verið neðan og eins og ég sagði þið getur bara senda mig ef þið viljið vita meira þetta. Já, þá er bara þátturinn búinn í dag og ég vil þakka fyrir að hlusta á þáttinn minn í dag. Ef þú hefur eitthvað spurningar hvernig VUP virkar eða hvernig þetta sækja VUP þá getur þú senda á mig á Instagram. Ég heiti þar innrihug íþróttarinnar eða þú getur sendt mig líka tölvupost á innrihugíþróttarinnar@gmail.com. Ég mun setja link verið neðan á Instagram síðuna mína og heita netfanginu. Þú getur líka bara spjalla hvað heilsúr og snjallúr er hentugt fyrir þeim. Hvort það sé Apple Watch eða Samsung Watch eða Fitbit eða VUP. Ekki vera hræddur við að hafa bara samband við mig. Hvort það sé Instagram eða bara í tölvuposti. En enn og aftur vil ég þakka fyrir að hlusta á þáttinn og við munum sjást í næsta þætti. Bye bye.
Takk fyrir að hlusta. Ég skemmti mig konunglega en þú. Og mér fannst það voða fræðilegt sem ég var að tala í þættinum í dag. Ég vona líka að hann hafi hjálpað þér í gegnum daginn á meðan varst að hlusta á hann. En ég ætla ekki að hafa lengra og ég mun sjá þig í næsta þætti.